Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 5. mars, er annar sunnudagur í föstu og þema dagsins er trúarbaráttan. Í lexíunni spyr Móse drottinn hvern hann ætla að senda með sér. Pistillinn segir að fyrir hlýðni sína varði Jesús eilíft hjálpræði og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá gefur Jesús blindum manni sjón. Textarnir eru of langir til þess að lesa þá í heild svo að ég mun lesa Guðspjallið. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjallið er úr Markús í 10. kafla og hljóðar þannig. Þeir komu til Jeríkó og þegar Jesús fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa: Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir: Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann: Vertu hughlaustur, stattu upp, hann kallar á þig. Blindi maðurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann: Hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum: Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann: Far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fékk blindi maðurinn sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, Jesús og lærisveinar hans voru komnir til Jeríkó og Bartimeus blindi situr við veginn. Bartimeus hrópar til Jesús: Sonur Davís, miskunna þú mér. En margir höstuðu á hann. Allar frásagnir Biblíunnar eru ríkar af táknmáli. Það er kaldhæðnislegt að á meðan leiðtogar gyðinga voru blindir á nærveru Messíasar, þá hafði blindur gyðingur sanna andlega sjón. Bartimeus trúði á lækningu, hrópaði og lét engan þagga niður í sér. Allt í kringum okkur er fólk sem vill þagga niður í okkur eða gera lítið úr trúnni. Jesús heyrði hróp Bartimeusar og Jesús heyrir hróp okkar. Fyrir trú fékk Bartimeus sjón og fyrir trú er þetta meira en saga fyrir okkur því að við skiljum táknmálið. Við skiljum að fyrir trú öðlumst við andlega sjón og heyrn sem veitir okkur dýpri skilning á orði Guðs. Því að sögurnar segja svo miklu meira heldur en orðin á blaðinu. Jesús gaf Bartimeusi sjón og í þakklæti sínu varð hann að trúföstum lærisveini Jesú. Við upplifum ekki svona kraftaverk í dag en fyrir þessar sögur af Jesú erum við trúfastir lærisveinar. En það er alltaf einhverjir sem eiga í trúarbaráttu og margir sitja á girðingunni ef ég má tala í myndmáli. Þeir eru óvissir hvoru megin þeir vilja vera. En Guð hefur ákveðna skoðun á þeim sem að taka ekki ákvörðun. Í opinberunarbókinni stendur: Ég þekki verkin þín. Þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur væri að þú værir annaðhvort kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálf volgur og hvorki heitur né kaldur mun ég skyrpa þér út úr munni mínum. Eftir þessa að dæma er verst að vera hálf volgur, en það er lýsing á þeim sem er alveg sama. Þemað í dag er trúarbaráttan og í fyrra bréfi Páls til Tímóteusar skrifar Páll: Berstu trúarinnar góðu baráttu. Höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með
góðu játningunni í viðurvist margra votta. Fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og augliti Krists Jesú gerði góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi, þá býð ég þér, gæt þess sem þér falið, lýtalaust og óaðfinnanlegt, allt til endurkomu drottins vors Jesú Krists, sem hinn blessaði og eini alvaldur, mun á sínum tíma láta birtast konungur konungana og drottin drottnanna. Páll ekki að hvetja Tímóteus til að grípa til vopna þegar hann segir Tímóteusi að berjast. Merkingin tekin úr heimi íþróttana, myndlíking sem Páll notar í fleiri bréfum. Hann hvetur Tímóteus til að keppa á trúargöngunni. Tímóteus hafði þegar játað fyrir framan fjölda vitna trú sína, en ferlið var ekki þar með lokið, því að það var eftir að lifa í daglegri iðkun orðsins. Það segir Páll að sé á hvers manns ábyrgð, en ábyrgðin hvíli einnig á forstöðumönnum safnaðanna, því að söfnuðurinn þarf að fá uppbyggilega fræðslu. Fræðslan hið andlega veganesti, en ekki innantómt orðagljáfur, eins og Páll orðar það. Í upphafsorðum bréfsins skrifar Páll: Þegar ég var á förum til Makedóníu hvatti ég þig, Tímóteus, til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum. Fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunnar að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálfri. Já, Páll vissi hverju þurfti að breyta hjá söfnuðinum. Orðabókin útskýrir hugtakið fræðslu sem kennslu, leiðbeiningu til glöggvunar og upplýsingar, enda skrifar Páll að sérhver ritning innblásin af Guði, nytsamt til fræðslu, vöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Trúfræðsla skiptir mestu máli, fræðsla sem myndi efla trúarskilning á ráðstöfun Guðs og eyða efa, því efinn elur af sér baráttu. Markmið fræðslu á að vera að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausa trú á Guð. Sú fræðsla myndi eyða efa og skapa fullvissu, og fræðslan á að vera til umvöndunar og leiðréttingar, en til þess þarf kjark. Hvatning Páls á erindi til okkar allra. Í þessum heimi margt sem að tælir hugan, dregur athygli okkar frá trúnni og fyllir menn efasemdum. Fyrir suma verður baráttan erfiðst við áfall, því að áföll eiga til að blinda fólk. Bartimeus blindi sá að ekkert nema gott kemur frá Guði, og því þurfum við líka að trúa. Páll skrifaði Tímóteus: vertu styrkur í náðinni sem veitist í Jesú Kristi. Máltaki segir að enginn verður óbarinn biskup, enginn fer áfallalaust í gegnum lífið, ekki einu sinni Jesús Kristur, sonur Guðs. Þegar við lesum píslarsöguna sjáum við að hann þurfti að ganga í gegnum þjáningu sem maður. Bænir hans, sviti og tár lýsa mannlegum tilfinningum en jafnframt hlýðni við Guð. Vegna hlýðni við föðurinn á himnum gekk hann veg kærleikans upp að krossinum. Og þegar Jesús hafði fullnað allt, varð hann öllum sem honum fylgja sá sem gefur eilíft hjálpræði. Og af Guði hann nefndur æðstiprestur að hætti Melkísedeks.
Jesús er frelsari mannkynsins. En já, trúarbaráttan er þemað í dag og þess vegna er tilefni til þess að velta fyrir sér hvers vegna menn efist. Finnast þeim sögur Biblíunnar ótrúlegar. Tilhneiging okkar er að miða allt út frá mannlegri getu, svo að auðvitað eru sögur Biblíunnar ótrúlegar. Við erum ekki Guð og getum ekki gert kraftaverk, en þessu ótrúlegu kraftaverk vitna hvað Guð er máttugur og mikill. Ef Jesús hefði ekki gert nein kraftaverk, hefði ekki ummyndast á fjallinu og Guð hefði ekki reist hann upp frá dauðum, þá hefðu þessar sögur aldrei verið skrifaðar niður. Þá spurjum við okkur að því hvort að fólk sé vantrúa vegna þess að sé fyrir neðan þeirra virðingu eða finnst barnalegt að trúa á einhvern sem þeir sjá ekki. Það er gott að hafa mikið sjálfstraust, en það er alls ekki veikleikamerki að trúa á Guð sem gefur okkur styrk í daglegu lífi fyrir það eitt að við höfum valið að trúa vitnisburðum þeirra sem upplifðu kraftaverkin. En þá er það spurningin, kom eitthvað fyrir viðkomandi svo hann missti trúna? Gerðist eitthvað þar sem fólk taldi að Guð hefði átt að grípa inn í? En svarið er að maðurinn vill vera sjálfstæður og sjálfráða og hann vill fá að ráða hvað hann gerir og hverju hann trúir. Svo að hvenær á Guð að grípa inn í? Því að leið og Guð gripi inn í þá væri hann að taka ráðin af okkur. Því miður tökum við mennirnir oft rangar ákvarðanir og verðum að súpa seyðið af því. Það er því rangt að kenna Guði þar sem að miður fer. En þessi rök duga ekki gagnvart vantrúuðum. Guð gaf manninum frjálst val og því fylgir að þurfa að taka ákvarðanir og frelsið kostar. Og margar ákvarðanir tökum við án umhugsunar eða íhugunar, aðrar valdabaráttu eða valkvíða. En hvort sem ákvarðanirnar eru góðar eða slæmar, þá verðum við að lifa með þær. Í lexíunni sagði Móse við Drottinn: Þú sagðir við mig, leiddu þetta fólk upp eftir, en þú hefur ekki sagt mér hvern þú ætlar að senda með mér. Og Drottinn svaraði: Augliti mitt mun fara með þér og ég mun veita þér hvíld. Okkur hefur ekki verið lofað áreynslulausu lífi, en Guð hefur lofað að fara með okkur í gegnum það. Og við trúum að Guð sé með okkur og trúnni fylgir styrkur. Og styrkurinn leiði af sér fullvissu, eins og höfundur Hebreabréfsins skrifaði. Trúin er fullvissa það sem menn vona. Sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og Páll skrifaði: Fagnaðarerindið er kraftur Guðs. Merkingin á bakvið orðið fagnaðarerindi er góðar fréttir. Og hinar góðu fréttir voru að Guð innleiddi nýjan sáttmála fyrir mennina. Sá sem kom með hinar góðu fréttir var Jesús Kristur og hinar góðu fréttir eru að við frelsumst af náð fyrir trúna á Guð. Stundum flækist það fyrir fólki hvort það eigi að trúa á Guð eða Jesú, en það er óþarfi, því að þeir eru einn Guð. Jesús sagði: Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Trúið á Guð og trúið á mig. Því að sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Okkur finnst þetta svo einfalt þegar hjartað hefur meðtekið góðu fréttirnar. En þegar fólk sér Biblíuna, þessa þykku bók og hið smáa letur, hugsar það kannski: Ég hef ekki tíma fyrir þetta. En í raun og veru er þetta svo einfalt. Það er aðeins trúin á Jesú sem bjargar þér. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur.
Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.